Árni Þór, Já. Hrunamenn úr leik. Já. Þetta var nú kannski ekki spennandi í dag? Nei, ég held að þetta sé nú svona bara ákvörðun sem við tókum fyrir hvað, 1,5 mánuði að þetta myndi sennilega ekki vera árið sem við farum upp deild og það var bara, já, það var svona, við erum nýri deildinni og margt rosalega jákvæmt sem gerðist í vetur. Bara svakalega margt jákvæmt sem varðar umgjörð og svona bara kynnast þessu og fyrir strákana að takast á við þetta og nú sjáum við svolítið svona hvað þetta er að vera í sterkari deild. Auðvitað erum við með mjög ungt lið, þannig að en við fórum á stað í vegferð sem var ekki bara þessi vetur sem að það kostar þolinmæði og það kostar alveg einn og einn skell og það verður bara að hafa það. Menn verða að hafa deilingin af þessu, þetta er bara þannig. Það sá kannski aðeins á leiknum að þú varst svona að reyna menn aðeins, að leyfa þeim að fást við mótlæti, taka það ekki út af þeir eru pirraðir og leyfa þeim aðeins að glíma við þetta sjálfir. Já, spil gegnum þetta. Það er ekki takt að vera með bara endalega sjálfbærtek sem gerir alltaf hlutina fyrir þig, þannig að þessar mínútur voru rosalega verðmætar sem fengum í lokin fyrir menn að axla ábyrgð og fyrir að þurfa að, opinbera sjálfan sig og vera bara tilbúnir að taka af skarið og við þurfum að búa til leikmenn fyrir okkar félag við erum kannski ekki risa félag með mikið fjármagn á bakvið það sem við erum að gera, þannig að hugmyndin er náttúrulega að geta farið þetta á heimamönnum að einhver leyti og svo bætt við góðum mönnum til þess að efla og styrkja liðið okkar. Það var svona hafa konseptið og framlega stundir þá var þessi strákar ennþá meira tilbúinir að taka við keflinu. Fannst þér ekki vera svona ýmislegt jákvætt í leiknum í dag? Jú, og hugafarið hópurinn og svona samheldnin mjög góð Við vorum með fleiri stóðsendingar, þetta er ekki mjög skikkur statið, við vorum fleiri stóðsendingar þessum í háluleik heldur en í síðasta leik heldur. Þannig að það var svona ennþá beygðari heldur en núna. Þannig að núna var svona meiri jákvæðni, meiri samheldni, meiri svona orka í okkur. Áttum ekki góðan skotleik hins vegar, ég veit ekki alveg hvað það er, hittum ekki neitt frábærlega vel í dag. Þorðu allavega að skjóta? Já, menn voru allavega að skjóta og þetta er svona, að læra mitt líka tempói þegar þeir eru komið með þessa aggressívu vörn að vita hvenær maður á að skjóta og hvenær maður á að senda og kynnast þessu tempói, það er bara verðmætt. Þú var verkefni í sumar, þú ert að koma bróðið þínum í gott form og verður besti leikmaðurinn í deildinni. Ég er mjög ánægður með hvernig síðastu sumar þróaðist hjá honum. Þannig að ef við getum gert eitthvað í áttina því aftur í sumar þá ég græði hörku leikmann, ég meina hann getur spilað kallinn. Þeir áttu í plastli með hann? Já, mér stóð sem bara mjög vel, góð barða og já, svona strákar eru ekki týndir upp af strætum flúðakurðsins. Þannig að við fögnum því að fá kallinn í standi næstu haust, enda meira standi. Svo endar inn á með strák úr 9. flokki og 10. flokki saman. Einmitt. Það er bara staðan. Já, framtíðin er mjög björt. Við erum náttúrulega með 5 unglingalandsliðsmenn hérna inn á í kvöld og þannig að það hefur bara ekki verið áður hjá okkur og auðvitað eru mjög ungir og þess vegna eru svona mínútur alveg geggjaðar fyrir þá, held ég og að spila á móti, ég meina Hamar náttúrulega með alveg hörkulið, þeir eru með gjörsamlega frábær útlendingar, við fengum Hósi tók bara yfir leikinn í fyrraleik og var bara geggjaður og Rút er erfið við eiga og tekur mikið frákvæmstum og tekur mikið pláss og svo er þeir með reynslu. Magic frábær inn í tegnum. Magic með úrvalsdeildar reynslu, Ragnar Jósef, ég meina þetta eru bara flotti strákar og skemmtileg lið sem Hamar búið að setja saman og óska þeim að sjálfsögðu allsins besta og Matti og félögum í framhaldinu. Árni Þór, takk fyrir skemmtunni í allan vetur. Og þakka þér kærlega fyrir frábær umfjöllun, Karl Hallgrímsson.